Nú bara komið að þessum síðari leik og sami hópur náttúrulega og hvað viltu fá út úr honum? Leiknum? Já. Alvöru leik, alvöru framistuð og sigur. Náttúrulega eftir úrslitin í gær þá sigur kremur okkur á EM. Þannig að ég talaði nú um það, því fyrr sem við tryggjum okkur það, því betra, það er yfirleitt þannig. Þar fyrir utan vil ég bara halda áfram að svona sína standard og geta bara gert það. Bara því oftar því betra og mér finnst við eiga bara að gera það alltaf. Við erum að spila á heimavelli fyrir líklegast framan troðfulla höll og spila við lið sem við erum betri en og sýndu það út í Grikklandi líka en ég vil bara sýna það ennþá meira. Og búinn að leggja mikla áherslu á það að mér finnst ekki boði að slaka ekki á og svo bara eins og alltaf, þetta eru fáir gluggar, fáir leikir, fáir heimaleikir og við þurfum bara að nýta tímann og þrátt fyrir að það hafi verið breytingar á hópnum, það var bara fínt að fá þetta og ég fæ fullt af svörum. Og svo bara líka eftir að hafa skoðað leikinn, það var bara alls konar sem við getum bætt og fullt af hlutum sem bara svona eftir að hafa greint leikinn sem ég er ekkert nú ánægður með og vil bara að við gerum betur. Það er svona ýmislegt kannski í seinni hálfleik sérstaklega sem að svona aðeins niður þrjáðurinn eða eitthvað? Já, það kannski var svolítið losara bara á því, en það er líka alveg í fyrri hálfleik svona, bara bæði varnar og sóknarlega, svona einhverju dítilar hér og þar sem ég vil sjá okkur gera betur og vorum að fara yfir það á fundunum og ég er alveg sannfærður það, ef við hefum verið að spila á móti betri þjóð þá hefði okkur verið refsað fyrir ákveðna hluti og þannig ég vil sjá okkur bara gera betur, hvað það var það. Hvað er það helst þá? Það var svona inn á milli, vorum við flatir varnarlega, vorum á soft inn á milli og svo voru bara svona litli hluti kannski sóknarlega, einhver svona dítilar sem kannski heldur ekkert óeðlilegir þegar svona útilínan ekkert alveg samspiluð og vorum bara aðeins að fara yfir það sem ég svona held að eigi að vera auðvelt að laga fyrir morgundaginn. Og svo náttúrulega í ljósi þess að maður veit aldrei hvað morgundaginn byrjar í skauti sér og það er náttúrulega leikir aftur í vor og þá náttúrulega erum að nýta þennan tíma sem best hjá hópnum, maður veit ekki hvernig hlutinni þróast? Já, bara það er allir gluggar eru mikilvægir og ég hef svo sem alveg upplifað það sem landsliðsþjálfari að það er erfitt að ganga einhverju vísu þegar svona varðandi leikmannamál og annað slíkt og þetta eru bara allir okkar leikmenn eru undir bara miklu álagi þannig ég svo sem veit ekki hver hópurinn er næst eða í janúar eftir ár eða allt þetta þannig að allir gluggar eru bara mikilvægir og þetta er mikilvægt fyrir leikmennin líka og þetta er besta tækifæri til þess að stimpla sig inn og sýna sig og fyrir mig til þess að fá okkur tilfinningu fyrir þeim þá er þetta eiginlega eina leiðin til þess þannig að það er alveg hellingur í húfi og ekki bara 2 stig. Nei, og að lokum nokkuð vonum að Aron taki þátt í þessum leik? Nei, það verður ekki með á morgun, þannig að þetta er sami hópur sem spilar á morgun og spila út í Grikklandi nema auðvitað, við höfum eftir að fara á eina æfingu þannig að það getur svo sem allt gerst en ef Guð lofar þá þarf ég ekki að gera það.